Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Það rektorskjör framundan og það 5 í framboði allavega og við ætlum að nota tækifærið við rauðaborðið að fá þetta fólk hingað til okkar kannski til þess að kynna því aðeins en líka að nota bara tækifærið og ræða háskólan sem mikilvæg stofnun í samfélaginu. Við gerðum þetta í biskupskjörinu, þá fengum við alla sem að rétta upp hönd og lýstu yfir að þau vildu vera biskups til og notum tækifærið til að ræða stöðu kirkjunnar og kristni og guð og hvað ekki í samfélaginu. Og við ætlum að endur taka þetta núna. Ég byrjaði hérna í gær að þá fékk ég hann Magnús Karl Magnússon hingað. En nú komið að nýjum frambjóðanda. Hún líka komin Ingibjörg Gunnarsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Aðstoðarrektor vísinda og samfélags eins og heitir og prófessor í næringarfræði. Herðu, hvað hérna þetta náttúrulega einhverju veginn svona persónukjör. Það ekki flokkadrættir þarna, maður getur ekki lesið alveg svona ólíkar áherslur en samt hafið líklega svona einhverjar ólíkar áherslur. Þannig mér langar bara að byrja á því að spyrja svona hvað telur vera mikilvægust fyrir háskólasamfélagið að rektor beiti sig fyrir á næstunni. Já, ég held að hann beiti sig fyrir bara auknum skilningi á því sem við erum að gera. Við vitum það öll að Háskóli Íslands gegnir mjög mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi en við vitum samt ekki almennilega nákvæmlega hvað hann að gera. Og við vitum að þarna fer fram nám í mjög fjölbreyttum greinum og ekki bara stórum heldur líka mjög smáum greinum sem að í eðli sínu eiga að vera litlar vegna þess að samfélagi þarf kannski ekki á mörgum slíkum að halda á hverju ári. Þessi mörgum heimsbyggingum, en rosalega mörgum viðskiptafræðingum. Já, það kannski, við mættum örglega eiga fleiri heimsbygginga því að ég hef alveg tekið eftir því eftir að ég fer að horfa betur í kringum að heimsbyggingar geta unnið mjög mikilvæg störf í það samfélaginu. Þetta kannski ekki gott dæmi síðan. Nei. Það eitthvað greina sem að Já, það bara mismunandi. Ég get tekið dæmi í minni grein í næringarfræði. Við þurfum kannski ekki að mennta 30 svoleiðis á hverju ári af því að við höfum bara ekki bara samfélag ekki tilbúið að taka á móti nema færri. Þannig að það svona mismunandi og við þurfum bæði að hafa þessar stóru og litlu greinar en það sem við höfum verið að leggja áherslu á síðastliðin 20 ár sem að kannski samfélag áttar sig síður á að við þurfum að bjóða í meira mæli upp á meistara- og doktorsnám. Og það svona, og samfélagi hefur kallað eftir því eftir að það fór að átta sig á því hvernig hægt að nýta þetta fólk. Fyrir 20 árum til dæmis bara stór stofnun eins og Landspítali áttaði sig ekkert á því hvernig hægt nýtt einstaklinga með doktorsgráðu til dæmis. En þetta fólk sem hefur þá fengið viðbúta þjálfun í því hvernig þú bæði fjármagnar rannsóknir, hvernig þú stillir upp rannsókna áætlun til að svara ákveðnum spurningum, hvort að aukinn grænmetisneysla tengist minni líkuma á ákveðnum sjúkdómum. Þannig að stilla upp rannsóknir til þess að svara mikilvægum spurningum sem brenna á samfélaginu. Og þetta hefur við gert núna undanfarin 20 ár og allt í einu menntunarstig í stofnunum, mikilvægum stofnunum út allt land. Það fólk núna sem hefur fengið þessa þjálfun og það alveg fært að koma okkur alltaf skrefinu nær í að svara erfiðum spurningum sem að bara brenna á okkur. Þannig að þetta framlag Háskóla Íslands til samfélagsins sem að kannski fólk áttar sig ekki á nema að þekki söguna. Þú segir að samfélagi kalli eftir, stundum heyrir maður svona atvinnulífi kalli eftir að vanti svona og svona en ekki svona, fylgir oft þeirri frásögn. Svo heyrum við að við okkur vanti núna fleiri í alls konar svona áhættum það kom svona bylgja eftir Reykjaneseldana að við þurftum að endurskoða svo margt og við þurftum og svo atvinnugreinar eins og fiskeldi og svona kallar eftir þessu. En líklega það þannig að það eru stúdentarnir sem að fyrst og fremst móta framboðið þetta ekki? Eða eru þið ekki að svara fyrst og fremst vilja stúdentarna til menntunar? Jú, hver það sem ræður því? Hvað lagt áherslu á? Það nefnilega mjög góð spurning. Við hvert og eitt okkar sem eru sérfræðingar í ákveðnu fagi
við svona finnum til ábyrgða gagnvart því fagi og við sjáum þörfina fyrir að mennta fólk á mismunandi fræðasviðum og þannig að þetta er hérna Háskóli Íslands auðvitað ákveður það sjálfur en við berum svo ofboðslega mikla ábyrgð í samfélaginu að ég get ekki séð að sé mjög margt sem við erum að kenna í dag sem að hérna, við þurfum ekki að gera. Bara við erum ofboðslega frjó stjætt og hérna og það er fullt af hlutum sem við myndum vilja vera að kenna og það er verið að þrýsta á okkur úr samfélaginu að við þurfum að gera meira af hinn og þessu. En það er samt einhvern veginn ekkert af því sem við erum með í dag sem að okkur finnst við geta sleppt í að gera. Og Háskóli Íslands hefur alltaf haft mikið frumkvæði í bara öllu mögulegu. Eins og til dæmis það að svara kalli þegar að vanta núna meiri þekkingu á ákveðnu sviði, þá svörum við því kalli. Fáum ekki endilega alltaf nýtt fjármagn með þessum nýju verkefnum. Það gerir næstu því sjálfkrafa bara viðbragð háskóla samfélagsins. Já. Það þarf ekki orður úr ráðuneytinu. Nei. Alls aldrei. Við hérna, og það er, sem sagt, þetta er í rauninni þetta akademiska frelsi sem að er eitt af bara megin gildum háskóla. En þessu akademiska frelsi fylgir líka ábyrgð því að við erum til dæmis hérna við tökum ákvörðun það sjálf hvað við hérna teljum mikilvægast að miðla til nemenda og þá líka til samfélagsins og það er engin annar sem að er að búa til þetta kennsluefni fyrir okkur. Við þurfum að safna þessum upplýsingum bara úr heiminum öllum, koma því hingað til Íslands, miðla því til hérna nemendun okkar, til hérna annara í sömu fagstjætt og til samfélagsins alls. Og þetta er eitthvað sem að ég held að fólk áttar sig ekki almennilega á að við höfum, það er enginn sem að er að færa okkur hérna eitthvað kennsluefni eða búa til eitthvað kennsluefni fyrir okkur eða móta rannsóknar hugmyndir. Við fáum þær bara með því að horfa í kringum okkur. Hérna er eitthvað vandamál, við þurfum að gera einhverja rannsókn til að hvort við getum leyst þetta vandamál, alveg sama á hvað svið það er. Og það þarf enginn að horfa yfir öxlina á ykkur? Nei. Ráðuneytið þarf ekki að segja að þróunin í þessari uppbyggingu sem hefur orðið svona í háskólanum, hún er nú ekki alveg nógu góð, þannig að ég ætla að, eins og er kannski dæmi síðasta háskólaráðherra sem að tekur svona hluta framlegin til háskóla, beilir út aftur til verkefna sem henni þóknaðist meira. Já, en það verkefni sem voru að deila út, þetta var náttúrulega óþægilegt af því að þetta var allt innu bara hurfu þarna peningar sem við hefum verið að nota til þess að gera sem við erum að gera í dag. Hún taldi sig eiga þó en ekki þið. Hún taldi sig eiga þó en ekki þið. Já, en það er sem sagt það sem var gert við þetta var að kannski að undirstinga jarðveginn með það sem að núna við viljum vera að gera að samnýta betur krafta okkar í háskólakerfinu á Íslandi. Þannig að ég var hérna, mér langaði svolítið að koma því að þessi skýrsla sem var birt í gær hagræðingatillögur. Það var með þess að búa til samsteypu úr Já, sko við höfum verið í samtali við Háskólann á Hólum og það hefur gengið afskaplega vel og hérna en ég var svolítið hissa á því að hérna heyra fjölmiðla tala hagræðingu í sömu setning og sparnað. Því að það bara rannsóknir sýna það að sem sagt sameining háskólastofnana, hún skilar vissulega hagræðingu en við erum ekki að tala sparnað. Hagræðingin felst í því að við nýtum innviðina betur, við nýtum kraft okkar betur með aukinni teymisvinnu og skilum þá meiri verðmætum og þegar að háskólar tala verðmæti þá erum við að tala fólk. Við erum að tala menntað fólk sem er gagnrýna hugsun, getur sinnt inn að þessum störfum. Þið getur gert meira fyrir sama pening en það er ekki þannig að þetta spara peningin. Nei, þannig að við erum í raun að fá meira út úr því sem við erum með í dag. Í heildina er háskólakerfið bara mjög illa fjármagnað og við erum bara langt frá OECD meðaltölum og við viljum helst náttúrulega vera að bera okkur sama við Norðurlöndin og þar eigum við ennþá lengra í land. Þannig að mér finnst svona að það hlýtur að vera, ég ætla bara að segja hér að það hlýtur að byggjast á misskilningi að það sé vera að tala hagræðingu og sparnað í sömu setningu. Þegar kemur á háskólakerfinu að þá felst hagræðingin í því að við getum gert betri hluti og meira saman, skila meiri verðmætum í fólki
og þá verið duglegri þá saman að afla sjálfsaflafé sem núna bara 1/3 af bara fjárveitingu sem að Háskóli Íslands hefur sem hún aflar erlendis frá í rannsóknarfé. Það hluti af rannsóknarfénu eða hluti af heildinni sem er svona stóra? 1/3 af heildarkökunni hjá Háskóli Íslands sjálfsaflafé. Til rannsókna eða til allsvegstar? Til rannsókna og þar er, ég held að verið síðasta tala sem ég sá 200 manns í vinnu á hverjum tíma bara með fé sem að vísindamenn í Háskóla Íslands að sækja erlendis frá. Þannig að þetta er bara heilt atvinnulíf sem að við erum að búa til með því að afla rannsóknartekna til þess að nemendur geti fengið þjálfun í að vinna rannsóknarverkefni til að svara ákveðnum spurningum sem kom okkur áfram í samfélaginu og lífinu og loftslagsmálunum og öllu því sem að við erum að fást við í dag. Við skulum tala peninga aðeins og þú ert að tala að Háskólinn svari væntingu samfélagsins bara starfsfólk og menntun. Og tókst dæmi meðal annars að þinni grein að það sem að við erum fámennt samfélag að þá getum við kannski ekki framleitt eða útskrifað 30 næringarfræðinga ári. Það er ekki þörf fyrir þá en það geta kannski aðra þjóðir og það er kannski langhagkvæmast að vera með 30 í hverjum árgangi. Það er bara hagkvæmast að ná með minnsti kostnaðurinn per nemanda þannig að það eru ýmislegt sem er óhagkvæmt að því að við erum fá. Og svo er það líka þannig að eins og stjórnmálafólkið er líklega að segja við ykkur alltaf að það er bara að takmarka til að peningum þannig að sumt verður við bara að neita okkur sumt bara ráðum við ekki við þannig að þó að það er ekki bara það hvort að háskólasamfélag hafi getu til þess að stækka og eflast að það er einhver annað sem að aftrar vextinum og það er bara bara það sem stjórnmálafólkið segir bara sorry, ég á ekki pening. Ég ætla að draga tilbaka að við getum ekki nýtt 30 næringarfræðinga heldur það að samfélag er ekki tilbúið að taka móti fleirum í einu af því að flest störf þar eru í opinbera geiranum og þannig að það væri betra ef að samfélagi væri búin að átta sig á hvað mikið gagnir að næringarfræðingum og það væri næringarfræðingar að vinna og bara mörgum öðrum stéttum líka sko. Ég tók þetta líka bara sem dæmi það eru fámennari deildir sem ég myndi halda að væri hlutfallslega dýrari þá á Íslandi þessi ykkur óhagkvæmni af stærðinni. En þá verðum við líka að hugsa, segjum að við værum bara ekkert að kenna neina eðlisfræði á Íslandi. Hvað þá? Þá myndi... Það er ekki svo langt síðan það var. Skilurðu. En ef við værum til dæmis ekki að kenna eðlisfræði, það eru fáir eðlisfræði. Þetta eru óbúslega mikilvægt að við séum samt að gera þetta. Vegna þess að annars bara færi þetta fólk til útlanda og eftir því sem þú ert yngri þegar þú færi til útlanda þá er minni líkur að koma heim líklega. Ég veit ekki, ég hef ekki vísindalega sannanir fyrir því. Þannig að við þurfum bara að fjárfesta í þessu að geta kennt fámenna greinar. Ef við bara því að nú er ég með bakgrunn í íþróttahreyfingunni, ef við myndum hugsa svona eins þar, þá væri við bara með fótbolta og fimleika. Það væri engar aðrar íþróttagreinar, þannig að ef okkur líkaði ekki fótbolti eða fimleikar að þá þyrftum við bara að gera það. Þannig að við verðum að hafa einhvern ákveðin. En einhvers eru mörk, hvað er að spyrja það? Já, hvað eru mörkin? Það var ekki kennt stjórnmálafræði hérna fyrir 1970 og ég veit ekki hvort það sé að verið gagnað því. Nei, þetta er samt tengist öðru sem ég hef verið að leggja áherslu og við verðum að fara í markvissari endurskoðun á námsleiðunum okkar. Og þegar við fáum kallum að byrja einhverju þá þurfum við náttúrulega að fara í gegnum það hvort það sé ástæða til þess að leggja eitthvað niður af því að þörfin hefur minnkað, samfélagið hefur breyst og þörfin minnkar. Við höfum alveg dæmum slíkt hafi verið gert. Það er alltaf svolítið sársaukafullt af því að það er allt mikilvægt. En auðvitað þurfum við markvisst að gera það, að fara í gegnum námsframboðið og skoða hvort það sé eitthvað sem hægt er að samnýta betur. Við getum í sumum tilfellum í staðin fyrir að stofna eitthvað nýtt, þá getum við mögulega breytt nafna þegar maður þarf stundum að kalla inn í nýjungar sem eru að gerast í samfélaginu. Og þannig að það er ýmislegt hægt að gera sjálfsagt innan hús en grundvallar svona áskorun liggur í því að allt kerfi, þá er ekki bara að tala um Háskóla Íslands heldur, allt háskólakerfi á Íslandi er undirfjármagnað.
það er svona grunnurinn. Hinum helmingnum á tölum peningana. Þannig að það er ekkert sérstakt að því hvernig eru teknar ákvarðanir hvernig ég nýta peningin sem kemur. Vandamál það að peningur bara allt og lítill. Nei, það er ekki alveg það sem ég var að segja. Það sem er vandamáli er að við erum hérna með pening sem kemur frá ríkinu. Á mínu mati erum við of mikið að horfa á það hvaða breytur ráðuneytið er að horfa til þegar að ráðuneytið skiptir kökunni á milli háskóla á Íslandi. Við þurfum í meira mæli að búa okkur til okkar eigin módel, óháð því hvernig við skiptum peningunum innan Háskóla Íslands. Vegna þess að við erum á þeim stað í dag að við erum svona blanda af kennsluháskóla sem er svona college háskóli og rannsóknaháskóli. Við höfum verið að vinna að því undanfarin 20 ára og koma okkur yfir í það að verða rannsóknaháskóli til þess að geta skapað bara meiri verðmæti. En hafi ekki stuðning stjórnvalda? Ég kannast við stjórnvald sem hafa talið það sem eitt af markmiðum þeirra að háskólinn hækki upp einhverja lista yfir bestu háskóli í heimi og það gerir líklega með rannsóknum. Já, sko, rannsóknir náttúrulega, það er líka að verða sífellt meiri krafa á það að við gerum betur grein fyrir því hverju rannsóknir okkar er að skila og það er mælikvarði sem að við í háskólakerfinu þurfum að skilgreina raun og veru fyrir stjórnvöld því að þau vitir raun og veru ekkert hvernig þau að meta okkur. Við þurfum að eiga samtali við eins og bara hvernig metum við samfélagslega áhrif. Til dæmis það að Háskóli Íslands sé að standa fyrir viðburðaröðum sjálfbærni og sjálfbærni markmiði Sameinuðu þjóðanna. Það er ekkert í þessu módeli. Hvernig við erum í forystu þegar kemur að jafnréttismálum og hvernig við erum í forystu þegar kemur að vísindamiðlun með vísindasmiðjuna, vísindavefin sem að allir grunnskólar og framhaldsskólar landsins er að nota. Þannig að svona hlutir er líka eitthvað sem við þurfum að horfa á og eins og Háskóli Íslands að því hann er í þessu leiðandi hlutverki þarf að fá það metið. Ekki bara það að við séum að klára einhverjar BS-gráður og MS-gráður og doktorsgráður, heldur allt þetta sem við erum í forystu í Háskóla Íslands. Er það þannig að þið leitið til ráðuneytisins sem einhver leitið það uppspretta peningana, stærsta hluta peningana? Já. Og það koma svona kröfur það að sé eitthvað gagnsemi eða eitthvað svona mælikvarðar. Og það sem módel sem þau leggja til er bara einfalt að vanti skorti þekkingu hjá kaupandanum að vera þá í þessu tilfelli á því hvaða vörðanar kaupa. Ég ætla ekki að orða það þannig vegna þess að það var búið til nýtt módel og það er margt mjög gott í því módeli fyrir Háskóla Íslands sérstaklega af því að það er verið í fyrsta skipti að meta sérstaklega útskriftir doktorsnema sem er rosalega mikilvægt fyrir samfélagi að fjölga doktorsmentuðu fólki að þetta er ákveðin þjálfun sem fólk fær sem að nýtist mjög víða og síðan fáum við þarna inn hvata til þess að sækja erlent fjármagn til þess að geta búið til þetta atvinnulíf þar sem að ungt fólk getur stundar rannsóknir, svara spurningum. Þannig að það var gott að fá það inn. Síðan eru aðri hlutar í módelinu sem að bara stjórnvöld er alveg meðvituð bara með okkur að það er bara eftir að móta og við þurfum að móta bara með þeim. Í ráðuneytinu starfa bara fólk eins og við og situr bara við borðið og er að reyna að finna bestu lausnirnar. Þannig að háskólarnir þurfa að gera það bara í samtali við fólkið í ráðuneytinu sem eins og ég segi, bara er fólk eins og við að reyna að gera sitt besta með takmarka fjármagn eins og við. Já, ég vísa í fámennið og það er þannig að háskólaráðuneytið okkar er kannski fáliðað en nú er kannski fyrst og fremst að eiga í samskiptum við ykkur og kannski aðeins Háskóla Reykjavík og svo minni háskóla á meðan kannski sambærileg ráðuneyti í öðru löndum er að eiga við marga háskóla. Og það er kannski hleðst upp meiri þekking og geta inn í ráðuneytinu. Ég er ekki að tala niður fólki sem er ég bara vandi þess að vera fámenn. Já, en við erum í raun og veru, maður horfir á alveg sama hvert maður horfir, að við erum náttúrulega bara fámenn þjóð. Þannig að við erum bara í raun og veru lítil allstaðar og það er eiginlega alveg ótrúlega magnað að sjá hvað við getum þó gert
Það kom einhvern tímann maður í heimsókn hérna frá Bretlandi úr háskóla og var alveg hissa á því hvað allt virkaði hérna og bara rúta hérna frá flugvellinum og eitthvað og við erum bara 300 og eitthvað, 1000, þú veist, Cardiff, eins og getur sagt. Já, fólk verður bara hissa hvað við þó getum gert við þessa litlu fjármuni sem að eru hérna til útlutunar. Ég var með manni sem hélt í fram að Hagstofan kynni ekki að telja við væri raunverulega fleiri, en það er ekki að snúa talinu þangað. Hérna, mörg undanfarin ár og vaxandi þunga svona frá hruni, þá hefur verið að benda á það svona mörg af grunnkerfum samfélagsins eru í einhvers svona hrörnun og innviðaskuld og eitthvað hlera. Og má eiginlega rekja þá stefnu eiginlega aftar en hrunið, þannig þetta er ekki beint afleiðingar hruninu eða ykkur öðru. Á þetta líka við háskólana, hann sé svona langtíma fjármagnað grunnkerfi. Það er svolítið erfitt að já, hann er ekki nógu vel fjármagnaður af því að við vitum alveg að við værum með betur fjármagnuð að þá gætu við búið til miklu meiri verðmæti, auðvitað geta það allir. En við líka, við viljum að því að við erum metnaðarfull, þá viljum við geta boðið sömu gæði, bæði í námi, rannsóknartækifærum, eins og bara í löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þannig að við gerum óbærslega mikla kröfu til okkar og höfum, eins og ég segi, bara ótrúlegt hvað við höfum geta gert með því takmarka fjármagnir sem við höfum fengið og uppbyggingin er eiginlega alveg ótrúleg ef hortið til þess að því að í Háskóla Íslands starfar mjög duglegt fólk sem er svona komið svona vissum þolmörkum núna þegar við erum búin að vera svo óbúslega dugleg að skila alltaf meira og meira árangri fyrir ekki meira fé. Þannig að við erum komin í skuld og mér langar að nefna eitt að við erum með margskonar þjálfun innan Háskóla Íslands. Við erum náttúrulega bara að þjálfa starfsfólk fyrir bara fjölbreytt atvinnulíf, bæði að opinbera og einkageran. Við erum að þjálfa meistar- og doktorsnema til að takast á við ýmislegt og vonandi einhver þeirra að fá einhverja góðar hugmyndir og stofna fyrirtæki og gera hluti sem er til gagns. Eða fara starfin í opinberum stofnunum eins og til dæmis Veðurstofunni. Að fólki sem er þar núna, þetta er fólk sem hefur fengið sína menntun í háskólum og ef við hefðum ekki verið búin að þjálfa allt þetta fólk þar, hvernig hefðu við þá verið að díla við Reykjanesið? Ef við hefðum ekki verið búin að hækka menntunarstig í til dæmis Veðurstofunni, þá hefðu við okkar fólk í Háskóla Íslands þurft að bera miklu meiri þunga, auðvitað beraði líka þunga og við sjáum það bara. En ef að þau hefði ekki verið svona vel til þess fallin fólki á Veðurstofunni, þá værum við bara í vondum málum. En við þjálfum líka stjórnmálamenn. Vegna þess að stúdenta... Þú ert að selja vera mennt og borgi sig. Ég er að selja það. En ég er að selja líka að Háskóli Íslands er að sinna óbúslega mörgum ósynnilegum verkefnum. Stúdentapolítikin, Háskóli Íslands styður við hana. Nemendur fá þær tækifæri til þess að taka þátt í deildafundum, öllum nefndum háskólaráðs, í háskólaráði, í stúdentapolítikinni sjálfri og þar er bara þjálfunarbúðir í gangi og þegar maður skoðar bara stjórnmálafólkið okkar, að flest hafa stigið sin fyrstu skref í stúdentapolítikinni. Hins vegar er einn hópur sem við erum að þjálfa í dag sem við viljum alls ekki þjálfa. Það eru sérfræðingar í stoðþjónustu. Fullt af fólki sem við erum að þjálfa en að því að við erum undir fjármögnuð að þá bara getur borgin, sveitarfélög, opinbera stofnanir bara yfirboðið þetta fólk. Þannig að við erum bara ósamkeppnishæf orðin í launum. Sérfræðingar í stoðþjónustu, hvaða í dæmi þannig áttum bara launadeild, upplýsingatekni deild, vísinda- og nýsköpunarsviði sem er að halda utan styrkina sem við erum að fá, alþjóðasviði sem að heldur utan alla skiptinema, bæði inn og út, mannauðsviðið okkar. Það er undir fjármögnun það er ekki bara akademiski starfsmenn sem að því að við heyrt náttúrulega eru núna að bera sig sama við aðra sérfræðinga og kvart yfir sínu launum. Heldur er þetta fólk líka með lægri laun heldur en bara í opinberum
stofnunum og sveitafélögum í dag. Þannig að við erum líka að þjálfa þetta fólk fyrir aðra. Við viljum ekki vera með þetta þjálfunarhlutverk. Þannig að þetta vandinn og þegar við tölum undirfjármögnun háskólastigsins, þegar stofnanir eins og Landspítali sem þekkt láglaunasvæði farið að geta boðið betur heldur en virtasta menntastofnun landsins, að þá hlýtur það að kveikja einhverju viðvörunlegu sjá stjórnvöldum að við verðum að gera betur í heildar fjármögnun kerfisins. Þá hún kannski bara ekki virt. Hvað segirðu? Þá hún kannski bara ekki virt. Virt. Stofnunin, þú veist að virtasta stofnunin. Sko hún það, hún hefur ekki bara... Ekki þannig að þið getið borgað fólki. Já, það þetta samtal sem að þarf að eiga við stjórnvöld og ég held að við þurfum bara að sína betri dæmi við sko menntastofnun eins og Háskóli Íslands, það er svona... Það er hægt að segja að það sé svolítið sambarlegt eins og heilbrigðiskerfi. Þú getur endalaust sett inn þarna peninga af því að það er alveg endalaust verkefni og í Háskóla Íslands starfar það frjótt fólk að þau sé alltaf bara ný tækifæri í nýjum hlutum. En þannig að við þurfum kannski í staðinn fyrir að vera að byggjum bara svona meiri pening að sína bara, bara við erum að undirborga þessum hópi hér, við þurfum hér 200 milljónir, svo erum við í upplýsingatækniskuld, við erum mörgum áratugum eftir að því að við höfum verið að verja okkar fjármagni í að mennta fleiri og þjálfa fleiri, að þá erum við komin í óbúslega skuld í upplýsingatæknimálum. Þar þurfum við að bæta í, við erum að sjá kerfi fyrir alla opinberu háskólana. Við erum ekkert endilega að fá það metið. Þú ert að lýsa svona það sem háskólinn hefur ekki haldið í, hefði mátt sækja meira fé á skipulagðri hátt. Já. Og í þessu lítur að ferast eitthvað svona gagnrýni á því hvernig háskólan hefur verið stjórnað hingað til eða allavega samtal háskólans við stjórnvöld. Já, sko, nei, ég myndi ekki segja það að væri einhver gagnrýni vegna þess að Háskóli Íslands hefur verið með ofboðslega flotta og metnaðarfulla stefnu og fylgt henni mjög vel og við höfum alltaf forgangsraðað nemandanum og námsleiðunum. Þess vegna hitt í skuld. Það er í raun og veru það sem að máli snýst. Þú ert að breyta þeirri stefnu? Það sem ég myndi gera ef ég rektor, mitt fyrsta verk yrði að tala við rektora hinna háskólana og athuga hvort að þau væru tilbúin í þá orðræðu með Háskóli Íslands að stækka heildarkökuna. Vegna þess að ég hef ekki orðið vör við það að aðrir háskólar séu með okkur í þeirri orðræðu að við sjáum það að það þarf að stækka heildarkökuna. Stundu þegar einn er svona stór á markaði eða hvað við kalla það, að þá eru litlu kallanir, þeir vilja bara taka fé af ykkur, sko. Þannig að við annarkvort þurfum við að fara í það samtala, við þurfum saman. Fjölmiðlana og hvernig litlu fjölmiðlarnir er alltaf að tala RÚV. Já, einmitt. Líklega eru því einhverjum í sambarileg stöðu. Auðvitað og alveg sambarileg stöð eins og Landspítalinn sem stærsta heilbrigðisstofnun. Þið standi vegi fyrir vextri annar háskóla. Já, en við heyrir þetta stundum, svona ómað þessu. Þetta sé almennt eða yfirgengja, þetta er svona, maður heyrir ómað því. Já, en við þurfum annarkvort að gera þetta saman eða þá að Háskóli Íslands þurfum bara að vera duglegir að hugsa sjálfan sig og kannski vísa frá sér verkefnum sem er að vinna fyrir aðra háskóla. Þannig að við þurfum annarkvort að gera þetta alls saman, að gera grein fyrir mikilvæginu og sýna fram á ávinningin að setja fé inn í háskóla. Frekar en þannig að ég held að það sé bara verkefni. Við þurfum að gera það bara í stærri hópum og meira saman. Það mætti alltaf frem að við lifum tíma þar sem að svona viðurkenninga á þeirri þekkingu sem kemur út úr háskólanum sem minni heldur en allavega menna ég hef lifað. Já. Og það byrtist í alls konar, það bara kannski getur verið byrt einhver stór og mikil rannsók frá háskólanum og svo í almennu umræðu að þá bara vísar ykkur í að hann hafi lesið lestabréf í dönsku blaði og það sé eiginlega jafngild þekking. Og þetta er staðan sem við erum í, að allt í einu kannski standið þið í háskólanum frammi fyrir því að þegar þið komið með þekkingun út í samfélagið að þá
Ég meina, engin predikunarstóll undir ykkur, þeir eru bara á sama golflettinum og aðrir. Er þetta eitthvað sem að háskólinn þarf að bregðast við, þarf að berjast fyrir viðurkenningu á svona sannreyndri þekkingu í þessum glundroða sem að almenn umræða getur oft orðið? Já. Þetta er náttúrulega bara ekki vandamál Háskóla Íslands heldur bara heimsins alls að upplýsingaflæðið orðið svo ört og fólk gerir ekki greinamun á því hvað er sem sagt hefur farið í gegnum ritrýni. Ég veit ekki eins og hvort að fólk viti hvað það er. Þegar við skrifum okkar rannsóknarniðurstöðu niður, við sendum það í birtingu. Áður en fyrir birtingu þá er einhver 2 til 3 til 5 búnar að rýna það sem við gerðum, gagnrýna það í tætlur, senda okkur það tilbaka, við gerum lagfæringar og þetta er svona þessi jafningja gagnrýni sem er í gangi og ef að fólk þekkir ekki það ferli, það færi náttúrulega mjög góð þjálfun á því ferli þegar tekur fyrir meistaranám og doktorsnám, hvernig þetta allt saman virkar, að þá er ekkit skrítið þó að greini vísi sé einhvern veginn tekin bara jafngild þessu. Þannig að við þurfum að leitast við að útskýra þetta betur og það gerist bara með því að fleiri viti hvað við erum að gera en þetta verður ekkit auðveldara að útskýra munin á gæða gaggreindu ferli og því bara einhverjum skoðunum einhvers. Eitt er að reyna að útskýra þetta fyrir almenningi svona almennt, annað er að reyna að tryggja það að svona raunveruleg þekking eða svona skásta sem við höfum sé undirstaða undir svona almennri umræðu. Það er kannski bara þannig svona pólitík og annað slíkt og við oft vísa til Bandaríkjanna hvernig þau er eiginlega að velja sér sannleika og þar er kannski líka þetta rekja að það hafi verið grafið undan háskólunum áratugum saman og það byrjar ekki í einhver svona trumpism að það byrjar bara í risastórum svona think-tankum sem eru fjármagnar af auðvasta fólki í heimi sem eru að reyna að halda því fram að það sem að þið eruð að koma að í kannski fyrst og fremst í félagsfræðideildinni og eitthvað slíku sé bara rangt og við erum með eitthvað sem er ekki ritrýndar upplýsingar og það sem að dælist núna því þú nefndir sparnaðarskýrsluna það sem að maður sér þegar maður skoðar þessa opinberu nefnd þá er langstæðsti hluturinn sem þarna er inni hefur komið þannig gegn frá viðskiptaráði, samtökum atvinnulífsins sem eru náttúrulega bara svona stóri think-tankar hjá þeim sem eru að reyna að þröngva inn í samfélagið einhverjum breytingum sem að hugnast þeim og þeirra hagsmunir. Þannig að það er búið að vera grafið undan háskólanum áratugum saman. Algjörlega. Ég get alveg tekið undir það og bara svo maður taki nærtæk dæmi bara úr mínu fagi, næringafræðinni, að þar hefur verið svona, pínlítil varnabaráttu einmitt gagnvart Bandaríkjunum, þar sem að hlutirnir eru gerðir bara allt öðruvísi heldur en á Norðurlöndunum, að þar eru áhrif sem sagt bara matvælafyrirtækja miklu meiri þegar ráðleggingar eru gerðar heldur en nokkuð tíman á Norðurlöndunum og nú erum við að fara að kynna nýjar íslenskar ráðleggingar í næstu viku í samstarfi við embætti landlæknis mun kynna þær og þetta er bara unnið af vísindafólki sem að bara fer og skoðar hvað hefur verið skrifað, hvað vitum við tengsl, næringar og heilsu og það er allt yfirfært yfir í norrænar ráðleggingar sem síðan íslensku byggja á með íslensku ívafi. Þannig að þetta er bara allt annað ferli. Líka allt annað niðurstaða heldur maður getur kannski lesið út úr svona almenni umræðu? Já, og við erum auðvitað, það er nýjung í þessum ráðleggingum að það er tekið tillit ekki bara til áhrifa næringar á heilsu okkar, heldur líka samfélagslega ábyrgðin og sjálfbærnin. Þannig að við séum frekar svo lengi sem það fullnægir næringaþörf að ráðleggja fólki að fara í þá átt að borða meira mat sem er góður fyrir umhverfið. Og eru nær umhverfinu? Já, og bara meir úr plönturíkinu en samt sem áður að passa upp á að við fáum allt sem að líkaminn þarf að halda. Og það kannski rófu frekar innflutt tofu, svo ég takki svona dæmi. Já, það er ekki alveg sama samsetning en bara ágætt dæmi. Þetta er dæmi sem var oft tekið þegar tekið þetta dæmi stundum. Það er þú getur lesið til eitthvað hvað er eftir svona verðtöku og ef þú ætlar að fara að borða það hér að
þá þarfst að flytja það svolítið mikið inn. Já, en eins og tofu er rosalega mikilvægt fyrir einstaklingar sem eru vegan, þannig að við slum ekki láta þá fara að taka róna í staðin fyrir tofu, myndi ekki fara vel. Það geta farið á bönir. Herðu, en þetta skiptir máli, undanfarin svona 5 ár hefur verið mikil umræðu innflytjendamál og stundum kom til tals við þetta borð og ég nefndi það að mér finnst að háskólinn ætti að stíga bara inn í og þar var dæmum umræðu þar sem að menn sækja bara rök eitthvað vitna í listabréfi í Dönsku blaði og þar undir göttunum. Að mér hefur fundist að háskólinn ætti að stíga inn í þetta er svona alvarleg, þetta er hættuleg umræða sem að þá er ég ekki að meina að ég óttist eitthvað niðurstöðuna ef að fólk kemst að raunverulegum sannindum, heldur er þetta umræða sem getur blásið upp illindi og hatur og annað slíkt. Ég var svolítið að kalla eftir því að háskólinn myndi stíga inn og koma með rannsóknir á því, er það svo að glæpir aukast með fjölgun innflytjenda, er það svo að innflytjendur lifi á kerfin okkar, er það svo að svara svona spurningum sem er kastað fram í umræðuna. Ég veit ekki má ég spyrja þig hvað finnst þér svona að háskólinn hafi einhverja skyldur gagnvart almennri umræðu í samfélaginu? Hann hefur mikla skyldur og ég efast ekkert að það sé vísindafólk við Háskóla Íslands að skoða þessa hluti. Nú er það náttúrulega, væri það líklega á félagsvísindasviði en ég efast ekkert að það sé, ég þekki náttúrulega ekki alla rannsóknir sem að í gangi innan Háskóla Íslands en það er vísindafólk og fræðafólk innan háskólasamfélagsins sem að fást við þessa hluti alla daga. En ekki þannig að háskólinn myndi sem samfélag koma með einhverja svona stóru skýrslur um innflytjendamál í Íslandi? Nei, þegar þú talar um háskólinn þá ertu væntanlega bara þá að tala yfirstjórn háskólans, er það ekki? Sem að myndi kannski hlutast til að þetta Já, en háskóli er samfélag. Háskóli er samfélag og bara ef þú horfir bara á háskólasamfélagi þá bara endurspeglu við allt spektrumið á Íslandi. Við erum með fræðigreinar á öllum sviðum. Við erum ekki svona sér verkfræðaháskóli eða eitthvað. Við erum bara almennur þjóðskóli, þannig að við erum með alla flóruna innan Háskóla Íslands. Og það að er óbúslega mikil áhersla lögð á það að Háskóli Íslands er ekkert endilega að koma með einhvers konar yfirlýsingar, heldur erum við að efla fólkið sem að hefur þekkinguna á mismunandi fræðarsviðin til að stíga fram og kynna sína rannsóknir þá fyrir samfélaginu. Að því að eins og við vitum þá bara ólík sjónarmið og það er ekkert allir í háskólinu sammála. Það verður aldrei að allur háskólinn geti verið fullkomlega sammála. Ég að háskólinn komið með skoðun, heldur hann komið með raunsannar rannsóknir sem kemur raunsanna þekkingu svo að við getum byggt almenna umræða á sem augljóslega á leiðinni fram að bjarginu. Já. Allt sem að við gefum frá okkur sem að fellur undir þessa ritrýni sem ég var að útskýra fyrir ráðan sannreynt en hlutirnir eru aldrei svartir eða hvítir. Við leitumst við að kynna bara stöðu þekkingar eins og hún í dag en ég get ekki sagt við þig ef að þú ætlar að fá út mér hvort að kjöt sé hollt eða óhollt. Ég get ekkert sagt það óhollt eða hollt vegna þess að það eru... En þú getur birt rannsóknir sem eru grundvöllur að næringar ráðleggingum landlæknis sem eru raunsann þekking sem líklega traustari grunnur heldur en ef ég myndi tala við eitthvað sem hefur bara étið kjöt í 3 mánuði og telur sig vera miklu betri eitthvað. Já, að sjálfsög. Miklu meira karlmenni. Já, og þetta er það sem þetta er bara nýr veruleiki sem að bætis í raun og veru ofan á störf okkar sem kennara og rannsakendur að eiga í miklu flóknari samskiptum við fjölmiðla, flóknari samskiptum við samfélagið, þar sem við þurfum oft að vera þá að leiðrétta eitthvað í staðin fyrir að það sé bara svona almennt traust á því sem að sagt og þetta auðvitað smitast alveg þá frá Bandaríkjunum þetta skortur á trausti til
til bara fræða og akademi og gagnrýnar hugsunar og vandvirkni og nákvæmni og allt þetta sem við leggjum upp úr í háskólastarfi. En þetta er verkefni. Spurningi var eiginlega það, því þú varst að tala að þið svarið væntingum samfélagsins menntun og starfsfólk og ég var þannig að taka dæmi af einhverju sem væri þá ákall samfélagsins þegar augljóst að sko umræðan eiginlega bara í ljósum logum og bara eins og samfélagi bara geti ekki rætt þetta. Og við höfum gert það. Ég meina það sumir, ég meina við höfum sittið með til þess að við nefndum afbrot og þá verður afbrotafræðingarnir komið reglulega. Já, en við erum með viðburði. Ég meina það nú bara í dæmi eitt viðburð heilsan okkar sem að svara einmitt svona hlutum. Við erum með svo marga viðburði í Háskóla Íslands. Við hvet fólk til að fara inn á heimasíðuna og skoða viðburðardagatalið og það bara allt mögulegt sem að við erum að hafa frumkvæði að þessari umræðu til þess að miðla réttum upplýsingum til almennings og bara samfélagsins alls. Það eitt, ég veit ekki hvað 13.000 nemar í háskólanum og mörg þúsund starfsmenn, þetta risastórt samfélag og líklega það þannig að til þess að þessi heilbrigt og öflugt háskólasamfélag þá þarf það svona endurspegla einhver leyti samfélag sem lifir í. Það hefur verið bent á það að því nefndi innflytjendur að þeir detta út úr námi eða áður að það kemur að ykkur. Ég man eftir að tala við háskólaprofessor sem að sagði það að ég sé þetta fólk aldrei, það bara fallið að vagninum áður að það kemur til mín. Þetta eitthvað sem að háskólinn á að gera í, á að háskólinn að einhvern veginn að ég veit ekki, teygja sig niður eða eiginlega óska eftir því að framhaldsskólarnir skili að allir hafi rétt til náms öll, já, að þau ég ætla að segja allir hafi rétt til náms. Við erum að gera það og það fór að stað verkefni sem heitir Sprettur, þar sem að Háskóli Íslands var að í samstarfi við framhaldsskólana að styðja við nemendur sem voru að erlendum uppruna og það verkefni núna að þróast og við erum með ofboðslega flotta einstaklinga núna sem að vinnur með jafnréttis- og inngildingateymi Háskóla Íslands sem að núna í samstarfi við mannauðssvið og þar erum við með sérfræðingar sem að þekki sem mál út og inn og erum að reyna að þróa það hvernig við getum bara að þróa þetta verkefni sem heitir Sprettur áfram. Þannig að við grípum þau þegar þau koma inn í Háskóla Íslands og reynum að hvetja fleiri til þess að koma því við viljum auðvitað endurspegla heildina og við erum líka að fara svara ákalli menntun fyrir öll einstaklinga með þroskahömlun, hvernig við getum tekið betra á móti þeim, þannig að það eru fjölmörg verkefni í gangi og svo erum við þetta með ótrúlega mikinn fjölda bæði skiptinema sem koma til okkar sem verða ílengjast. Það alltaf að aukast fjöldi erlendra nemenda sem að sækja hingað í nám sem við fögnum. Bæði lítum við á þetta bara sem framlag til heimsins af því oft þetta krakkar sem eru að koma frá fátækari löndum heldur en við og þetta bara eykur fjölbreytileikan bara í samfélaginu okkar og við getum lært svo mikið af þessu fólki. Þannig að við erum mjög opin. Við erum opin og alþjóðlegur. Það í stefnunni á Háskóla Íslands. Stærsta jöfnunartæki sem var sett á til þess að tryggja jafnt aðgengja námi var úr námslánin. Og það margt sem bendir til þess að ég man ekki hvað heitir Menntasjóður í dag að hann sé ekki að uppfylla þau skilyrði og raunveruleikin þannig að ef ég kem af heimili sem ekki efnarslega sterkt að þá þarf ég að taka námslán til að geta að fara í háskólan en þegar ég tekið námsláni þá kannski dugar það alla fyrir leigun í félagsstofnun þannig að ég þarf að fara að vinna og þá fyrir ég að vinna á næturvöktum á Subway eða eitthvað og þá skerðist námsláninu mitt og þá þarf ég að vinna ennþá meira og þá ég allt í einu komin í nám í fullri vinnu hliðina á fólki sem kemur og efna meiri heimilum sem getur einbeitt sig á námi. Þetta náttúrulega gengur ekki upp sko. Ég bara þekki
þekki þetta, ég bara eigin raun að tekið námslán sem betur fyrir það búið núna en það tók alveg á allan þann tíma sem að maður var sama tíma að koma upp heimili og eignast börn og þannig að þetta óbúslega þungt og við þurfum að finna betri leið þarna. Það færri sem taka námslán. Ég býst það í þinni kynslóð að það hafi verið hlutfallslega fleiri sem að voru á námslánum í skólanum heldur en í dag. Já, en þau eru bara orðin svo rosalega dýr þannig að fólk veigra sig við að taka þau. Það voru nú gerðar ég er ekki búin að kynna mér það nógu vel, einhverja breytingar sem voru gerðar núna fyrir ekki svo lengur síðan á þessu kerfi. En þetta dæmi verkefni sem að fer þvert á ráðuneyti. Þannig að ég var mjög ánægð að sjá að það virðist vera að ríkisstjórnin núna sé tilbúin að taka verkefni þvert á ráðuneyti og vinna þau saman. Tóku núna öldrunarmálinu ætluðu að hittast 4 í ráðherranefnd og námslánakerfið akkurat svona verkefni. Þetta kemur okkur við í ráðuneyti háskólamála. Þetta kemur inn á fjármálaráðuneyti. Þetta þarf að leysast í stærri hóp. Þannig að þetta bara akkurat eitthvað dæmi sem að þarf að eiga sér stað í samtali, hvernig getum við gert sjóðinn að því jöfnunartæki sem hann á að vera, en hann það ekki í dag. Kannski eitt sem að verður gaman að spyrja þig, Ingibjörg, af hverju viltu verða rektor? Ég var svolítið lengi að taka þessu ákvörðun. Þetta ekki eins og ég hafi dreymt að verða rektor eitthvað og þykir það eitthvað eðlilegt skref frá því sem ég núna. Heldur, ég var ég var beðin að koma inn í þetta starf fyrir 1,5 ára síðan og var þá prófessor í minni deild og kem inn í þetta starf og í fyrra var ég beðin að tímabundi að taka með starf forseta heilbrigðisvísindasviðs meðan að þar var að vera að skipta í brúnni og svo bara áttaði mig á því að með því að hafa verið á svona mörgum stöðum á svona stuttum tíma að þá sé ég fullt af tækifærum til bara auka gæði, nýta mannskapin betur, vinna saman sem teymi. Þannig ég býð mig fram að því að ég tilbúin að gera hluti svona frekar hratt. Svo brenni ég þetta bara fyrir háskólan. Ég náttúrulega stundaði þarna nám og búin að vera prófessor síðan 2010, dósent 4 ár fyrir þann tíma. Þannig að ég búin að vera lengi í kerfin og þekki háskólan út og inn. Þannig að ég brenn bara fyrir og sé hvað háskólamenntun gerir fyrir samfélagi. Nú rektor kosin og það nú kannski ekkert svo algengt. Nei. Ekki í háskóla samfélagi erlendis? Nei, og yfirleitt það sem að kosning að þá það kannski... Það biskup og rektor sem kosin. Já. Við kjósum ekki forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins. Nei. Það sem öryrkjarnir hefðu og aldraðir hefðu atkvæði. Kannski ættu að gera það. Já. Ég meina, það með rektororðin svona einhver svona fórustummaður alls samfélagsins. Já, þetta svolítið, mér finnst þetta svolítið flott þó að þetta sé flókið að standa í þessu. En það sem hefur gerst núna undanfarnu vikum þegar við erum eiginlega orðið svona eins og fimmmenningar sem erum orðið rosalega vinnum mjög þétt saman og tölum. Það svo rithöfundar í jólabókaflóði. Já, við tölum saman á upplestur. Og við tölum mjög ábúslega margt sameiginlegt, auðvitað brennum öll fyrir háskólan og viljum gera allt fyrir háskólan sem við getum. En það sem að maður læra á þessum samtölum að þá fær maður eiginlega allt beint í æð. Þannig að hvert okkar sem að verður rektor með alveg óbúslega mikið í farteskinu. Bæði frá kjósendum og ekki síður bara frá hvort öðru. Við erum farin að spegla hugmyndi hvort annars. Það kemur alveg klárlega í ljós þegar við erum að hittast og tala svona saman. Þannig að minnst þetta er gott. Gaman að kosningabaráttu. Stjórnmálafólk segir þetta stundum að kosningabaráttu sé ákveðin svona skóli eða það sem þú lærir á stundum hljómar þetta einkennilega af því að okkur stundum hætti til þess að horfa hæðinum augum á kosningabaráttu en þetta segja líka forstaframbjóðendur að fara og tala við fólk að lærir á leiðinni. Þannig það örgulega. Já, ég fór náttúrulega mjög seint á stað en hins vegar býja því að náttúrulega sem aðstoðarrektor vísinda þá ég að stýra mjög mörgum nefndum sem að fara þvert á háskólan. Þannig að ég alveg búin að heyra eiginlega svona flest af því sem að brennur á fólki. Þannig að núna snýst þetta bara mannleg samskipti og finna hvort að við eigum samleið En nemendur eru náttúrulega annar hópur sem að ekkit endilega auðvelt að ná til
og þannig að ég vona að þau bara kynni sér málið og skoði hvað við erum að gera og fyrir hvað við stöndum. Og það ekki svo að þið eru komin á TikTok eins og stjórnmálaflokkarnir til þess að ná til unga fólksins? Ég ekki komin ánga, það búið nefna þessa hugmyndum, ég að melda hana, ég held ekki að en já, það kemur í ljós, hvort að mér verið selt sú hugmynd á einhverju tímapunkti en þetta já, ég bara hvet bæði nemendur og starfsfólk að kynna sig vel. Já, þetta mikilvæg kosning. Þetta það og bara alveg ótrúlega magna að fá að kjósa rektor. Já, það það. Ingibjörg, takk fyrir að koma hingað og ræða fyrst og fremst bara háskólann. Pínutum þig. Takklega. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja hana heim sem við lifum í og hann breytist alltaf hratt. Þannig að við höfum alltaf undan. En við reynum. Næsti kafli eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 25 til 49 starfsmenn. Í fyrsta sæti leikskólinn Lyngheimar, í öðru sæti leikskólinn Gullborg og í þriðja sæti Rafræn miðstöð. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.